Allir indjánastrákar vita að jagúarinn stoltasta dýr frumskógarins. En sjálfur var hann þess vísari að Dramb falli næst. Dag einn langaði hann til þess að borða naggrís, en það var ekki auðvelt að ná honum. Svo langaði ugluna líka í naggrís. Góðgætið reyndist henni dýrkeypt. Hún flaug í burt hálfblinduð. Æ síðan hafa uglur verið sjóndaprar. Jagúarinn var bæði soltinn og reiður. Allt í einu birtist lítill skrítinn kall. Það verður nú erfitt að hræða þennan unga. Ég sýn honum bara nokkrar listir, hugsaði jagúarinn. Svona, komdu nú með bráðina peðið þitt. En enginn skildi ofmeta eigin styrk. Litli karlinn reyndist vera eldurinn sjálfur. Jagúarinn var brátt að byggjast vægðar. Hann var lengi að jafna sig eftir þetta áfall. En brátt hitt hann annan lítinn skrítinn kall og vildi sýna honum mátt sinn. Hann var orðinn dramblátur á ný. En litli kallinn var rigningin holdi klædd og hann óttaðist ekki jagúarinn. Jagúarinn stærði sig á hræðslu indjánanna. En þeir óttuðust hann ekki. Litli kallinn rétt út handleggina eins og hann ætlaði að hefja sig til flugs. Og indjánarnir lögðu á flótta. Þannig lærði jagúarinn
að óttast bæði eld og vatn. Og það vita allar indjánastelpur og allir indjánastrákar.